Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá ætlum við enn og aftur, segi ég, að fjalla umhverfismál og orkumál. Þau mál tengjast náttúrulega í mjög mörgum tilvikum. Við ætlum að velta fyrir okkur sólarorku, ræða vindorku og spyrja þeirra spurningar hvort stóraukin orkuöflun og hér á landi hangir óhjákvæmilega saman við orkuskipti eða hvort við erum kannski á einhverjum villigötum eða hvort einhver misskilningur gæti verið fyrir hendi í einhverju af áherslum Íslendinga núna í umhverfis- og orkumálum. Komin hingað góður raungreina menntaður gestur. Hann heitir Geir Guðmundsson, þú ert vélaverkfræðingur. Já, vertu velkominn. Gaman að fá þig í þennan þátt. Þú ert með ástríðu fyrir umhverfismálum, ekki satt? Jú, og loftslagsmálum líka. Og loftslagsmálum, já. Það hangir náttúrulega mikið saman. Og þetta tengist líka orkunni, sko. Tengist og einmitt orkunni. Já. Hvenær manstu svona fyrst eftir þér, hvenær fórstu að finna fyrir aukinni meðvitund um þessi mál, hvenær fórstu að hafa áhyggjur, þurfa að fara langt aftur í tímann? Já, má eiginlega segja það að svona í kringum Kárahnjúkavirkjunina, þá fór maður að velta fyrir sig, maður fann þessa skautun sem var í samfélaginu og maður fór að velta fyrir sig, getum við sko framleitt orku sem ekki eins svona mikil inngripin í náttúruna og þá fórum við að, það sem ég var að vinna þá á Internetstofnun, fórum að spá í svona það sem við höfum heyrt af svona sjávarfallavirkjunum og svoleiðis, aðtöðum það og höfum mikla trú á því þá sko. Svo hefur nú komið ljós að það mjög dýr orka og lítið framleitt af því í heiminum. Enginn að tala um sjávarfalla orku þessa dagana? Jú, það alltaf reglulega á samfélagsmiðlum sem að fólk spyr sko, getum við ekki nýtt sjávarföll meira og hér fyrirtæki líka sem að reyna að virkja sjávarföll. Til dæmis í Breiðafirði þar sem sagt fyrirtæki sem Stykkishólmi sem heimamenn sett á fót með Landsvirkjun og Rarik, fengu virkjana leyfi eða rannsóknar leyfi og að vera að spá í það og líka sem sagt annað fyrirtæki sem að reyna að þróa sem heitir Valorka, að þróa sjávarfallavirkjun. En svona það sem að skipti núna máli sem ég hef kannski meira áhyggjur af að það að nú aftur komið skautun, nú þú segja að menn við þurfum að fara í orkuskipti og við þurfum bara að tvöfalda næstu orkuframleiðslu Íslands. Og þá sjá menn fyrir sér sko vindmyllur eða vindhverfla sem ég vil kalla það upp á hverjum hól í öllum dölum og menn birta kort sem sýnir að þetta alveg skelfilegt og verður sýnilegt hvert sem ferð landið. Og þá fer maður að reikna þetta og ég vil meina það að við getum farið í orkuskipti með miklu minni orkuframleiðslu en við þurfum. Og þannig að til dæmis að menn að tala um það að við hér sko, við erum að setja svolítið í samhengi við heiminn sko. Við á Íslandi, við framleiðum 20 teravattstundir af raforku og það kannski svolítið erfitt til fólk að setja það í samhengi við eitthvað. En ef við bara tökum þessa orku og deilum því niður á hvern íbúa, þá þetta 50 megavött sem eru 50.000 kílóvattstundir. Og það það sem við borgum á raforkureiknum okkar, ef við kíkjum á hann, sem fæst að gera nú, að þá að borga einhverja 20 krónur fyrir hverja kílóvattstund. En við á Íslandi erum að framleiða meira en 50.000 kílóvattstundir á hvern íbúa og 80% af þessu fer í stórnotendur, stóriðu og gagnaver. Og engin þjóð sem framleiðir meira? Nei, nákvæmlega, sko, ef við tökum á haus, þá erum við að framleiða gríðarlega mikið. Og við erum náttúrulega búin að normalisera það? Já, og við erum líka búin að gera okkar hlut fyrir heiminn. Þannig að ef við skoðar orkuskiptin í heiminum, að til þess að setja þetta í samhengi, að þá sko raforkuframleiðsla heimsins öll, hún um 30.000 teravattstundir, eða 1.500 sinnum meira, það eins og 1.500 Ísland. Og sko, ef þú tekur þá og deilir því á hvern íbúa jarðarinnar, þá það ekki nema eitthvað svona 3,78 megavattstundir á móti 50 hjá okkur. Þannig að þú sér sammikið. En svo segja menn, já, við erum hins vegar að nota, við erum að nota 160 til 170.000 teravattstundir á orku, þetta svolítið háar tölur, en 85% af því jarðefnaeldsneyti.
Ertu í liði með þeim sem að segja að við séum að gera rétt með því að verja svona stórum hluta orkunar í stóriðjur sem annars gætu, ef það væri ekki hér þá er meiri mengun? Sko við erum alltaf með þessar stóriðjur og við getum kannski ekki sko auðveldlega tekið hann á landi en mér finnst allt í lagi að við séum að framleiða þessu orku hér. En það sem ég finnst að vera meira áhugjur af er þetta tala rafeldsneyti sem er alveg gríðarlega orkumikið, orkufrekt og ég held að þetta ná sama kolefnishlutleysi og þá erum við að tala sko skip og flugvélar með öðrum hætti. Nú held ég að það viti kannski ekki allir hvað við erum að tala en sko rafeldsneyti, er það ekki eitt af því sem hefur verið rætt að færa á flugvélar? Jú, nákvæmlega og það er nefnilega þannig að sko í dag þá notum við bara venjulegt olíu sem að kalla kerosen sem er svona millistig milli bensíns og díselolíu. Og 1 tonn af því, ef þú brennir því í flugvél, þá losar 3 tonn af sagt, CO2. Svo náttúrulega losar líka vatn sem er óæskilegt þegar komið svona hátt upp, af því þá er það líka gróðurhúsaáhrif. En allavega það er ekki hægt að setja sko, rafhlöður og vallavetni fyrir flug sem nær til Evrópu. Þannig að það sem menn verða að gera, það er að búa til svona það sem kallast á ensku synthetic fuel sem er svona manngerð olía sko. Og það er tækni sem hefur alveg þekkt í yfir 100 ár. Það er að segja til dæmis að í heimsstyrjöldinni síðari þá voru Þjóðverjar að framleiða svona eldsneyti fyrir sína flugvélar. Og það er gert þannig að það er þeir gerðu það á kolum og með því að nota vatn og kol þá gátu við fengið efni sem var annars vegar vetni og kolmónoxíð, ekki koltvísýringu, það er sem CO og svo hitar þetta upp og setur í gennum ákveðin kvata og þrýsting þá verður þetta bara hráolía. Og þetta er það sem við getum gert í dag með því að fanga úr loftinu eða fanga úr vesmiðum koltvísýring og búa svo til vetni með rafgreiningu. Það er að segja staðin fyrir að fá það úr kolunum eða gasi og svo getum við sett það saman með sömu aðferð og fá þannig eldsneyti. Hvers vegna er það ekki góð íslensk leið? Jú, það er bara vandamálið það að þú þarft alveg gríðarlega orku til þess að búa til. Til að búa til 1 tonn af eldsneyti fyrir flugvél sem að losar 3 tonn að þá þarftu 24 megavattstundir sem er rúmlega 2-falt meiri raforka en er síðan að lokum í eldsneytinu í formi frumorku sem verður svo kannski ekki nema svona 4-5 megavatt að lokum til að knýja flugvélina. Og eru raddir á lofti núna í íslensku samfélagi að við eigum að einbeita okkur? Já, það er bara, hefur verið stefnan og meira segja að ríkisstjórnin hefur látið gera skýrslu hversu fýsilegt er að fara að framleiða þetta og þar líka kemur fram að þetta er svona eldsneyti sem er sko 5-6 og dýrara en það sem við kaupum í dag. Sem því að flugmiðin okkar myndi sko hækka 2-falt ef við myndum nota þetta 100%. Og það myndi náttúrulega líka eitthvað draga úr flugsamgöngum að fólk myndi þá síður fara til útlanda. En það sem er sko það sem ég segi, þú getur alveg sko náð niður þessar kolefnishlutleysi flugsins án þess að fara í að framleiða rafeldsneyti. Já, með öðrum hætti. Já, og það er nefnilega þannig að eins og menn hugsa þetta sko, hvað við byrjum á því að taka úr vesmjónum, úr stóriðun okkar, fanga til dæmis úr grundartanga í Jafnblendinu sem er alveg hægt. Og svo framleiðum við vetni með rafgreiningu og búum þetta til og það eru fyrirtækinn á Íslandi allavega 2-3 sem hafa verið að spá í að gera þetta og ég á meðal annars eitt fyrirtæki sem fekk styrk frá hinu opinbera til að skoða en ég komst að því að þetta var ekki sniðugt. Af því það er núna nefnilega komin tækni til þess að farga koltvísýringnum. Þú getur sem dælt ofan í jörðina og bundið hann þar. Og þú ert hrifinn af því? Ég er mjög hrifinn af Carbfix af því það leysir sko þetta. En þess að þú getur á tekið CO2 sem kemur frá stóriðunni og bara dælt í hana í jörðina og þá ertu raunverulega að ná sama árangri eins og myndi búið til rafeldsneyti en þú þarft ekki að nota alla þessa raforku og gæti nota raforkuna í eitthvað annað, önnur orkuskipti eins og til dæmis fyrir bílan okkar. Þannig að við ættum bæði að vinna að minni losun og aukaförgun. Já, en svo það sem við erum náttúrulega búin að gera hér á Íslandi, að við erum eiginlega búin að, sko það er svolítið sérstætt að hér er 99,9% allir raforkuframleiðsla okkar er endurnýjanleg. Og öll húshitun hér er endurnýjanleg, það er annars að jarðvarmi eða rafmagn. Og sama er með allan iðnaðinn eins og stóriðan er að nota endurnýjanlega raforku flest allir innan. Þannig að það eina sem að sko kannski er eftir okkur, það er þessar samgöngur. Og það er annars að bílarnir og svo flugið og skipin og fiskiskipin. Og ef við tökum hérna bíl til dæmis, að þá
kannski venlur bara fólksbíl, þú ert að fara kannski norður í Mývatnssveit og allar að og bíllinn eyðir 8 lítrum á 100, þá var þetta umreiknað þetta eldsneyti í frumorku. Það sé að lítur af bensín er 9,2 kilowattstundir. Þannig að þegar þú ert að keyra þetta, þá fyrir hverja 100 kilometrar sem hún keyrir, að þá ert að nota sem sagt 70-75 kilowattstundir. Ef þú var eins og rafbíl, þá þyrftur að gera 20 kilowattstundir. Og hvernig stendur á þessu? Akkur er svona léleg nýtni í bensíninu. Það er vegna þess að þetta er varmorka, frumorka, sem að þú getur, samkvæmt eðlisfræðilögmálunum, ekki breytt fullkomlega í vélorku. En raforkan hins vegar er miklu skilvirkari. Og þess vegna segja ég, sko, ef þú notar raforkuna til þess að rafvæða bílaflotan, að þá er sko fyrir hverja kílóastund sem þú notar í rafbíl, þá ert að spara 0,9 kíló af losun. Þegar hins vegar framleiðir rafeldsneyti, þá ert ekki að spara nema 0,13 sem er sko 8 sinnum minna. Þannig að þú ert að forgangsraða í heiminum, og núna er það þannig að sko raforkan okkar í heiminum er næstum því 60% jarðefnaeldsneyti og við þurfum að ná því niður. Þannig að þegar þú stoppar kolorkuver eða gasorkuver, þá ert að ná svipum árangri og að fara í bíla skiptin. Eða fara rafbílavæðinguna. Og það er eitthvað sem að steinliggur, en að sko bæður rafbílar núna bara voru að koma fréttir, þeir eru orðnir ódýrar en þessir hefðbundu bensín- og dísilbílar. Eldsneyti eru ódýrar og viðhaldið minna. Þannig að allir sem eru að hugsa að kaupa sér nýjan bíl og hafa bara svona lágmarks fjármálalæsi, kaupa sér þetta rafmagnsbíl, sko. Ein pólitísk spurning, finnst þér ríkið liðka til fyrir því að við hópumst á rafbílana sem skildi? Sko það mætti alveg sérstaklega hvetja sko eins og leigubíla og bílalegur og þessar stærri bíla sem fara því þeir nota svo mikið, sko, það nýtir svo vel, þeir keyra svo mikið. Kannski fyrir mig sem fer mest á hjóli og kannski keyri 2000 km á ári, þá kannski er þetta ekki skynsamlegt. Þú komst einmitt á hjóli áðan, sagði ég. You have to practice what you preach. Já. En það er sko, sko það er spurning hvort það ríkið sé að gera nóg. Það sem verður oft var við að fólk sem er feimið við að kaupa sér rafmagnsbíl er að það segja, já, ég get lent í því að sko get ekki hlaðan þegar að fara norður Mývatnssveit, sko. Það eru allar hleðslustöðvar fullar og tekur langan tíma og þetta er kannski helsti þröskuldin og þá þarf að fjölga þessum stöðum og hafa afl meiri, þannig að þessi fljótar að hlaða þær og þá þarf ég að koma upp sko rafhlöðu stöðum sem að hlaða inn á sig allan sólarhringinn og svo þegar toppurinn kemur kannski koma 10 vörflutningabílar í einu og vilja fara í Staðaskóla og fá sér í kvöldmatt, að þá verða þeir að geta hlaði bíluna sína og spjalla saman inn á skálanum og með kvöldmatnum sína, sko. En sko það hefur verið þannig að ég veit að loftslagsráð hefur gagnrýnt þetta, það hefur verið að draga úr sem sagt svona ívilnunum að styrki fyrir rafbílakaup og það er kannski, og líka rafhjól, sko, og það er kannski eitthvað sem er gagnrýnivert, en á móti kemur að þetta er ennþá hagkvæmt fyrir fyrirtæki fjölskyldur að kaupa sér rafbíl, sko. Það voru einhver rök á sínum tíma að þetta væri fyrir efname, þetta myndi nýtast efnameiri fjölskyldum betur. Ef rétt er sem þú ert að segja að rafbílar séu bara komnir á par við hinabílana, þá þarf ekki lengur eitthvað auka fjármagn. Nei, en það myndi samt, sko, ég held að það hjálpi, það myndi fólk, sko nú er til þessum árabóndin að skera þetta niður úr 900.000 krónur í 500.000 krónur. Það er spurning hvort það eftir ekki bara að halda því áfram, en þess að ef þú spáir í það að íslenska ríkið þarf að náum ekki okkar markmiðum, þá þurfum við að kaupa, sko, borga öðrum þjóðum svona eins konar sektir og þær geta verið hærri en sem nemur þessum styrk. Við erum hvergi nærri markmiðum í augnablikinu. En sko einmitt, komum aftur að því sem við aðeins tippluðum á áðan líka, að rök fyrir stór auknum virkjanabúskap með þar til gerðu tjóni á náttúru Íslands í sumum tilvikum. Rök er oft notuð sem orkuskiptin. Við þurfum að virkja miklu meira til þess að hraða orkuskiptunum. En er það endilega svo að þetta hangi alltaf saman og er ekki til einhverja aðra leið? Jú,
Og það er nefnilega málið að við ættum svona svolítið eins og við varum að koma inn á að forgangsraða orkuskiptunum sem erum verið að gera. Það er að segja, þegar þú býr til nýja endurnýjanlega orku með vind eða sólarorku eða vatnsafli, að þá er það yfirleitt sem sagt reynt að draga úr kolabrennslu eða gasbrennslu og orkuskiptin myndi þá snúast fyrst og fremst í útlöndum sko, að fara í rafbílavæðingu eins og hér og fara síðan í að hætta að hita húsin okkar með sko gasi, heldur hita húsin á í staðin með sko varmadælum sem er alveg sko að svipa orkusparnaður eða þú spara jafn mikla losun per kilowatt eins og rafbílavæðingu veit en enda svo á hérna rafelsnetinu þannig að hérna bara ég reiknaði þetta út ef allar flugvélar heimsins eins og eru í dag myndu nota rafelsneti 100% sem ég veit nú ekki alveg hvort það sé hægt þannig að ekki víst að flugvélaframleiðendur viðurkenni það gerst upp í 70 en til þess að framleiða þetta þyrftir við sko tvöfaldar raforku á við Evrópu sem öll Evrópa fyrir utan Rússland notar á ári og það er bara skynsamlegra að byrja á því að sem sagt nota það sem er svona auðveldast að ná mestum árangri ef við þurfum að ná losunin hratt niður. Staðin fyrir að byrja okkur sem skila litlan kostar mikla orku, það er ekki skynsamlegt. Hins vegar erum við bundin svolítið af reglum Evrópusambandsins. Evrópusambandið hefur sagt svona eitthvað að það sem kallar Refuel EU, SAF sem stendur fyrir Sustainable Aviation Fuel og það er bara reglur sem segja það að við þurfum smá saman að byrja að nota rafelsneti í flugið og líka reyndar í skipin. Og þá er það þannig að sko bara það byrjaði síðustu árum að þú þarft að blanda þetta 2% með lífeldsneyti. Og lífeldsneyti er þá bara eldsneyti sem er búið til úr einhverjum lífmass, einhverjum gömlum fituoljum eða einhverju sem að er svona gömlum klósipappir úrgangi frá framleiðslu á þeim eða einhverju slíkum. Og síðan vex þetta hægt og rólega eftir miðöldina 2050 þá verður þetta að vera komið upp í 70%. Það er að segja 35% lífeldsneyti og lágmarki 35% rafelsneyti. Og ef við reiknum það fyrir Ísland, að við erum kannski, hér á Íslandi erum að nota kannski rúmlega 300.000 tonn af olíu í flugið frá landinu. Og þá þurfa íslenski flugvellir að vera tilbúnir að blanda það með lífeldsneyti fyrir flugið til Evrópu og innanlands. Þannig að í dag er þetta með 160.000 tonn og 35% af því er ekkert mjög há tala en ef við gerum nú ráð fyrir því að það er alltaf aukast túristafjöldin hérna og við erum að fara oftar út segjum bara árið 2050 verði þetta orðið 50% meira og við séum komin á upp í 240.000 tonn og 35% af því nú er þetta alveg að villa áhörendum með tölum en það er ekki nema sko 85.000 hérna, tonn af rafelsneti sem við þurfum og það er ekki nema sko 2 terastundir eða 10% af núverandi orku framleiðslu sem við þurfum og eða svipa og það tekur að rafvæða allan núverandi bílaflota 100%. Það er líka þannig að við erum að tala um 4 terastundir og eins og við komum hérna í byrjun þá var Ísland að framleiða 20 terastundir. Þannig að við erum að auka þetta um 15 en ekki sko tvöfaldaða sko. Og það þýðir það að en kannski vandamálið sem við stöndum frammi fyrir að þegar orkufyrirtæki byggja stórt orkuver þá þurfum við eiginlega að hafa kúnna en við erum kannski að tala um að við þurfum kannski að sko fara miklu hægar í þetta búa til litlar virkjanir og þá getur vindorkan verið skemmtilega því bara til þess að taka árlega aukningu fyrir rafbílavæðingunni þá þurfum við kannski svona 4-5 vindmyllur eins og á svipari stærð og Landsvirkjunar að reisa upp í Vaðöldu. Aðeins árum fyrir þangað, sko fallvatnsorka, fallvatnsorkuvirkjanir. Ef að setja punkt þar? Sko það sem er náttúrulega núna er að fallvatnsvirkjanir orka, við erum búin að virkja alla hagkvæmustu kostina. Já, en það við erum að teygja okkur núna inn á svæði sem áður voru vernduð og... Já. Ég held að sé kannski þá betra sko, að fara í sko, smerri virkjanir, svona bændavirkjanir, kannski þessi nokkra 10 megawattar virkjanir á ári og svo líka blandaði með vindafli, en þá miklu minna vindafl en það sem menn er að tala um í dag. Menn er að tala um alveg sko, fleiri 1000 megawatt, sko, 3000, 5000 hefur maður jafnvel heyrt. Sem er alveg út í hött þannig að við getum það verkfræðilega ekki sett svona mikið upp. Ég myndi segja að við getum sett kannski 500-600 megawatt, ekki 5-6.000 sko. Þannig að ekki stórar fallvatnsvirkjanir fleiri? Ekki nema við ætlum að fara í meiri stóriðju sko, eða stóra niðna og við sjáum það til dæmis að nú erum menn að tala um sko gagnaver
að það þurfi gríðarlega mikla orku þar. Sem þau sannarlega þurfa. Já, og svo kannski líka sem við erum að horfa á, það er til dæmis laxeldi á landi. Já, já. Og ef við tökum bara, það núna ein landeldisstöð í Þorlákshöfn sem sannlega svo fyrsta sem kemst á koppinn. Þau ætla að framleiða 50.000 tonn af laxi á ári og segja að við þurfum 50 megavött. Eða það er eitthvað svona 4.400 gigavastundir eða svona tæplega hálf teravastönd sem er þá sko 1/40 af núverandi orkuframleiðslu. Eða er bara svona svipað og það sem að Landsvirkjun er að reisa núna í þessari Vaðölduvirkjun sem verður með uppsett afl 120 megavött en framleiðir að jafnaði 50 megavött. Og það er nefnilega, þá kemur að því sko sem að menn kannski skilja ekki alveg og er kannski svolítið miskilningu með vindorkuna er að vindorkan hún sveiflast. Stundum er mikill vindur og stundum er lítill vindur. Og aflið í vindunum, það er svolítið háð því hversu hratt hann blæs. Þannig að ef það er kannski 4 metrar á sekundu og þú ferð upp í 8 metrar á sekundu sem er að tvöfalt meiri vindhraði, þá er aflið sem vindmyllan eða vindhverfallin gefur frá sér. Það er 8 sinnum meira. En svo kemur að því að hún framleiðir ekki meira, hún fer upp í topp og heldur því alveg þangað til að koma ofsafjör, 11 vindstig. Þá fer hún í sko 0 stöðu og framleiðir ekki neitt. Það getur orðið ókvast. Já, en það sem kannski fólk er að ruglast að segja sko andstæðinga vindorku, þetta er alveg vonlaust að því hún framleiðir bara annað hver dag eða þess á milli er engi, en það er ekki alveg rétt. Það er raunverulega 90-85% af tímanum er vindork alltaf að framleiða eitthvað, en hún er alltaf að framleiða svona mismikið og svoleiðis orka gæti ekki henta fyrir stóriðju eða fyrir sko landeldi þar sem vart að hafa stöðugt vatn, hann dælaði inn í fiskikýrin sko. En af því að vindorka er sumpart vistvæn, hún er svo sem ekki 100%. Nei, það er engin orka 100%. Nei. En af því að hún er það sumpart, þá myndur við vilja sjá hana sem hluta af kerfinu okkar en ekki einhverjum brjálæðislegu mæli. Já. Og kannski myndur við líka vilja hafa hana bara tilteknum stöðum eða hvað vil. Og byggjast mjög hægt upp sko. Og byggjast hægt upp. Og bara helst eyrnamerkt orkuskiptum fyrir sko vegasamgöngur. Já. Það er akkurat ekki það sem að svona við virðumst vera að gera núna. Nei. Þannig að til dæmis að bara núna erum að reisa þarna, stendur til að reisa Hvammsvirkjun sem á nú ekki ljóskurt að fara í gegn. En Hvammsvirkjun, 30% af þeirri orku er strax búið að eyrnamerkja sko í laxeldi. Og svo er þessi eina laxeldistöð, hún er bara eina mörgum í röðinni sko. Þetta er ný stóriða sko. Ertu sammála þeim sem segja að ef við erum með þetta á tugum staða á Íslandi þá séu sjónræn áhrif óásættanlega og myndu breyta okkar bara landslægi of sem ósnortið þótt við séum það auðvitað ekkert en við erum minna snortið land heldur en flest önnur með þessi gríðarlegu víðerni og þetta er svona ákveðin heimspekileg tilfinning sem að bæði innlendir og erlendir ferðamenn fá þegar við erum stödd á þessum bara með þessar brjálæðislegu víðáttur. Já, og þetta er mikil virði líka sko. Já. Þannig að sko við þurfum náttúrulega eins og segja sko að standa okkar plikt í að lækka CO2 losun okkar, til dæmis með að skipta bíla í bílum en og þá myndum við ná niður 30% af okkar sko sem við kallum samfélagslosun. Fiskiskipin eru svona kannski 17 og ég get komið inn á það aftur. En svo ég aðeins taki vindin sko, ástæðan fyrir því að við getum ekki verið nema með kannski svona 4-5 stöðvar eins og Landsvirkjun reisa núna upp á fyrir ofan Búrfell, svona Vaðölduveri sem kallað er. Það er út af því að til þess að geta gefið jafna orku inn á kerfið, þá þarf nú að vera samvinna milli vatnsaflsvirkjanna og vindorkunar. Þannig að þegar að sko, ef við tökum bara, svona gott að taka bara Vaðölduvirkjun, hún framleiðir að meðaltali 50 megavött, það er svona meðalaflið, en hún getur alveg fara upp í 120. Og hvað ætlar að gera við þessa orku sem að vel blæs, hvað ætlar að gera við hana? Og þá segja man, já það er ekkert mál, við bara lækkum niður í vatnsorkuðin og geymum vatnsorkuna. En hvað með rafstrengi? En byrjum má ég aðeins klára, þetta er svolítið mikilvægt. Svo þegar það kemur logn, þá þarf vindorkuverið að fá frá sínum kúnum, fá orkuverið frá sína kúna og fara til vatnsaflsstofan og segja, heyrðu, þið þurfa að skila okkur núna orkunni sem þið geymdu fyrir okkur. En þá er vandamálið að það er ekki nægilegar aflvélar í virkjuninni.
til þess að skila því. Þannig að þess vegna þurfa núverandi vatnsorkuver að fara í mikla framkvæmdir við að bæta við aflvélum. En þeir framleiða ekkert meira orku. Þess að orkan sem vatnsaflsveri framleiðir bara sem sagt, fallhæðin sinnum vatnsmagni sem rennur í lóni yfir árið. Og þú getur ekkert aukið það að minnka, það náttúrulega einhverja sveiflur út af úrkomu, en það bara það sem hann nær inn. Og ástæðan fyrir það svona lítið aukaafl hér á Íslandi að því okkar kerfi mjög stöðugt. Það er mjög mikil mikil notkun sem bara stóriðja sem að vill fá bara jafnt afl, allan sólarhringinn alla daga ársins. En í útlöndum sveiflast þetta mikið og þá vatnsaflið notað til þess að stýra sveiflunum. En hér eru sveiflurnar mjög litlar því það umlega bara þessi 20% þar að segja heimilin og fyrirtæki sem að slökkva á nóttunni og keyra svolítið meira á daginn. Það bara jól og páskar sem hafa árið á það. Þannig að eins og þetta núna í dag, þá segir Landsvirkjun og ég hef enga ástæðu til að draga þegar það. Við höfum 30 megavött til þess að skaffa jöfnunarafl og það dugar ekki fyrir þessa vindorkuverið sem eru að reisa við Vaðöldum. Þess vegna Landsvirkjun að fara út í það að byggja, stækka sínar vatnsaflsvirkjanir. Sigölduvirkjun á að stækka úr 150 upp í 215 megavött en hún framleiðir ekkert meira orku. En vindorkan þarf að borga fyrir þessa auka fjárfestingu. En ég verð að spyrja þig rafstreng til Evrópu. Það góð hugmynd? Nei, mér finnst það ekki Þannig að við svona hagkvæmstærð af streng hún þarf að geta flutt ansi mikið magn og ef við myndum nota svoleiðis þá myndum við á kaupa væntanlega mikla orku þegar hún ódýr í Evrópu, flytja til Íslands og nota hann í staðinn og flytja hann svo aftur út þegar það skortur orku og verðið hærra. En það náttúrulega strengurinn kostar og sem sagt orkuverð munurinn á orkuverð á Íslandi og kannski í Evrópu ekki það mikill að það einu sem kannski græðir á þessu, það framleiðandinn á kaplinum og þeir sem leggja hann En Og það ekki kaupenda að borga sæstrenginn? Nei, ég held ekki þeir myndu gera eins og Norðmenn gera Norðmenn eru tengdir með marga strengi, þeir eru með mikið vatnsafl og mikið aukaafl Danir, þeir eru með mikið vindafls 60% og 10% sólorku og þegar það mikill vindur í Danmörku þá þurfa þær að fá frá Noregi eða skila til Noregs, þess að kaupi Norðmenn á lágu verði og selja svo aftur á dýrarverði, en þeir geta því þeir hafa hennan sveigjanleika geta geymt orkunni hjá sér í lónunum sem í meira magn en við gerum. Ok, þá skulum við bara hafa þetta sem fótnótu. En hvað segir við þá sem að segja að virkjana æðið eins og sumir kalla það er talað að það sé verið að losa tappa úr flösku. Það var svo sem þekkt að það var ekki mikið virkjað hérna á dálitlu árabili vegna ósamkomulags í ríkisstjórn og svona. En nú halda því sumir fram það sé verið að ræða það sé verið að þetta sé svona alibæ að bara kem aftur eiginlega sömu spurningu á þann því að mér finnst ég þurfa að fá aðeins meira að vita hvað þeir finnst það að menn sé að misnota hugtök, menn noti orkuskiptin sem ástæðu og réttlætingu fyrir því að vaða í móður náttúru, djöfla upp landslægi, fara inn á svæði sem við vildum friða áður. Hafa þeir eitthvað til síns mál sem tala svona? Já, það má kannski segja eins og sumir segja, ef við myndum veiða helmingi minni fisk en við gerum í dag. Þá getur ykkur sagt, ég meina við gætum veitt meira og fengið þá auknar tekjur til þess að auka neyslunni hjá okkur og svo líka erum við þá að gera heiminum gott með að skaffa meiri fiskinn á markaðinn og það er þessi rök sem þeir sem að vilja virkja þeir segja það vantar stöðugt orku í heiminum endurnýjanlega orku sem við höfum meira nú að við getum virkja meira og við getum fengið tekjur að því en svo eru hinir sem segja náttúran líka verðmætt og við höfum þegar gert okkar skildu með því að búa til svona gríðarlega raforku sem að nýtast heiminum allir þessi stóri, þessi álver og kísilmálmur og hér líka meiri gagnaver per haus en annars þar í heiminum og einhvers það verður að setja komu eða punkt og þetta er bara verðmætt og við höfum bara fókus á því sem við þurfum að gera til þess að ná niður okkar losun og það, eins og ég segi, það eru bílarnir þá náðum við 30% það bara borðleggjandi borgar sig og við þurfum ekki að auka raforku framleiðsluna 10% en við getum náttúrulega líka kannski fyrir álver í burtu, maður veit það ekki eða við getum líka sparað orku, það verið mikill sparnar í
í raforku, bara í heimilunum að því við erum að ódýrari perur sem að nota minni raforku. Við erum að nota heimilistæki sem spara minni raforku og það alltaf að ná einhverjum árangri þar. En svo líka, þá kemur fiskiskipin og þá erum við að tala við þurfum að framleiða sko rafeldsneyti fyrir fiskiskipin. En ef þú skoðar hérna það sem að loftslagsvísi samtaka fyrirtæki sjávarútvegi, þá segja að þetta gengur bara ekki og ég alveg sammála þeim, en þetta svo dýrt eldsneyti að í dag þegar að útgerðarnar eru búin að borga sko sjómönnunum sinn aflahlut, að þá fer fjórðungurinn af tekjunum í að kaupa eldsneyti og komið eldsneyti sem 600 dýrara, þá étur það upp allan hagnaðinn. Þannig að þessi bara eina sem gengur fyrir okkur sem lífeldsneyti, sem ódýrara. Og þessi að það var bara sniðugt ef sko stjórnvöld myndu styrkja bændur til þess að rækta lífelsneyti hér og það vel hægt. Samgöngustofa hefur bent á þetta bara frá 2008 held ég. Það segja sko við erum með svona 6% landsins hérna, ræktarland á Íslandi, 600.000 hektara. Við erum ekki að nota nema 150.000 til þess að rækta aðalega gras. Við gætum greitt bændum fyrir að rækta repju eða nepju eða akurdóðru sem eru svona orkujurtir og það myndi duga til eldsneyti skipta fyrir fiskiskipaflotan og gera hann á næstu því hlutlausan, getum við sagt. Og svo líka skapast þarna fóður, verðmætt fóður sem þarf þá ekki að flytja inn frá einhverju sojaböni frá Suður-Ameríku sem er búið að rækta á landi sem var regnskógur fyrir nokkrum árum sko. Þannig að þetta alveg borðleggjandi sko. Þá erum búin að ná 50% af okkar samfélagslosun og hitt eitthvað sem er ekki tengt olíueyðslu sko, eða orkueyðslu. Akkurat. Nú rétt að benda áhorfendum og hlustendum á það sem að koma inn í þetta spjall að ég að ræða, ég heiti Björn Þorláksson, ég að ræða við Geir Guðmundsson, verkfræðing orku, umhverfismál, loftslag. Það hlýtur Geir að vera best að við búum til orku þar sem umhverfisáhrif eru minnst. Nú skulum við aðeins ræða sólarorkuna. Er sólarorkan fugl í skógi en þá sem einhver svona meiri háttar stærð til þess að breyta öllu eða liggur framtíðin í sólarorkunni og skiptir þá máli hvar við framleiðum þá orku helst? Já, ég held það að sólarorkan er að vaksa hraðar en við gerum okkur grein fyrir. Hún er eiginlega á veldisvexti, vex 30% á ári, sem er alveg gríðarlega mikið. Sem gerir hana að hverju í stóra samhenginu? Hvað er hún mörg prómil eða prófa? Fyrir orkuframleiðslu heimsins er hún tæp 7% í dag, sem er ekki mikið. Er hún þó það? Já, og vindur er kannski þá eitthvað í kringum 8 sko. Þannig að hann er aðeins meir í dag. En það er raunlega sko á 2,5 árs fresti þá tvöfaldast sólarorku virkjun í heiminum. Þannig að ef við segjum í dag að hún sé 2500 terawattstundir eða 250 sinnum, 1200 sinnum meira, 120 sinnum meira en Ísland sko. Það getur nú ruglast á núlum. Já, þetta er mjög algengt. Ég skil vel að áhverjandur séu ruglaðir í öllum þessu tera og gíga og mega og svona. En allavega sko eftir 2,5 ár verður komið í 5, svo eftir önnur 2,5 þá verður komið í 10, svo eftir önnur 2,5 þá verður komið í 20 og svo eftir önnur 2,5 ár, þá erum við að tala um 12-13 ár, þá erum við bara komin upp í 40 sem er meiri raforka en við erum að framleiða í dag. Og þó kannski sólarorka henti ekki vel fyrir Ísland af því hér við erum bæði með sko mikla sólarorku sumrin en eiginlega enga á veturna. Og líka sko að það er oft skýjað hér á Íslandi en ef þú ferð í suðrænar eyðimerkur og við höfum reiknað út að til að tvöfalda sko raforkuframleiðslu heimsins fara upp í 30.000 terawattstundir þá þarf ekki nema svona pláss sem er 2% af Sahara-eyðimörkinni. Og það eru víða svona, það í Kína er Góbi-eyðimörkin og svo er í Sádi-Arabíu og ég veit að til dæmis að þessi olíuríki, þau eru að hugsa þetta sko, við erum að skaffa eldsneyti fyrir heiminn. En hvernig erum við ekki byrjuð á þessu? Er það út af kostnaði við uppsetningu og mekanisman? En sko sólarorkan, hún er orðin ein ódýrasta orkan í dag. Vindorkan er aðeins á landi, er aðeins ódýrari, en hún er ennþá í hrikalegu falli. Og það er ennþá að vera að byggja upp sem sagt svona framleiðslugeta á sólarsellum, bara auka og það er svo auðvelt að koma þessu upp. Bara, svo veist, fólk kannski í vanþróa ríkjum
eins og bara Pakistan, þá bara fóru á YouTube og sagði hvernig hann gerir þetta, keyptu frá Kína og settu þetta upp sjálfur, þurfti ekki leyfi og bara settu á hústökinni á sér og það er í sumum löndum eins og Egyptalandi, ég bara var að skoða þetta, það er 100-földun sko á sólarorku á 10 árum sko. Og þetta er og þannig líka sko ertu bæði orðin svona hvað sem við kallum á ensku resilient sko, eða svona þú veist orkan ekki, við ert ekki lengur háður einhvern oljuframleiðsluríkjum sem þýðir svona meiri stabilitet eða svona stöðleika í heiminum og líka það að þú þarf kannski ekki að byggja eins mikið sko flutningskerfi eins og þarf fyrir vindorkun og vatnsafli sko. Þannig að ég spá því að við verum áfram að virkja vind, kannski ekki eins miklu magni því það kannski tvöfaldast á 6 árum í staðin fyrir kannski 2,5 ári á sólarorkunni. En það er mjög algengt hjá okkur fólkinu að vanmeta hennan veldisvöxt og svona hraðan veldisvöxt. Það hafa verið gerðar sko svona spár af orkusérfræðingum og þeir eru alltaf skotið langt frá raunveruleikanum. Það hefur verið miklu meiri sólarorka og það var ekki langt síðan að sko Greenpeace var að gera einhverja sko spár sem var tvöfalt hærri en sérfræðingarnir og þeir hlógu nú mikið af þessum vitleysingum. En raunin var svo að hún var miklu hærri en sem Greenpeace spáði. Þannig að og það sem við erum að sjá að kannski sólarorkuver sem sett í eyðimörk, það framleiðir svona 2,5 sinnum meiri orku en við gerum hér og þar sólin svona nokkurn veginn alltaf sama allan ársins hring og svo erum við líka að tala það sko að þar líka hægt að hafa vind það sem að sko nýtir munin á sjó og landi, það sem að koma sko eyðimörkurnar hitna, draga sér vind frá hafi og svo öfugt hindaginn. Þannig að þetta jafnast mjög mikið út og svo sem að líka að breyta stöðunni líka að það alveg stórkostlegt verðfall á rafhlöðum. Þannig að þessi sveiflu sem þú hefur í sólarorkunni, þú getur hreinlega jafnað þar út. Og álver, til dæmis í Miðausturlöndum sem voru að nota gasorku til þess að framleiða raforku, áttu mikið gas en gátt ekki auðvitað að losna við, seldu oljuna notuðu gasið til að framleiða raforku, en þau eru jafnvel fann að nota sko sólarorku inn í álframleiðsluna og selja þá álið til vestræna bílaframleiðanda sem umhverfisvænt ál sem við ættum náttúrulega að geta gert hérna en einhvern veginn erum að klúðra sko. Þetta er náttúrulega rosalega áhugavert og gætur þið mikil vendipunktur sko sumir segja öll öryggis- og varnarmálastefna og utanríkisstefna Bandaríkjanna hún í rauninni hverfist bara eitt sem umferð olíuskipa í veröldinni og ef þessi veldisvöxtur heldur áfram þá þetta leikbreytir svo munar. Svo sannarlega. Og við sjáum þetta líka bara sko að sagnfræðingar segja ofta að stríð eru kannski ekki byggð á okkur hugmyndafræðilegum grunni, heldur meira hagsmunum og ég segi það stundum sko af hverju réðist Putin inn í Krím árið 2014. Sama rétt áður fundu skríðarlega gaslindir í sjónum fyrir utan Krím og hann náði 80% af því með að taka Krím. Svo fundust gaslindir í Donetsk og hann ræðst þar inn. Þannig að kannski þegar uppi staðið þá snýst þetta bara gasi sko. Jarðefni eldsneytið. Skiptir það máli fyrir hvernig við sjáum fyrir okkur íslenska virkjana og orkuframtíð hvað að gerast í heiminum í orkumálum í kringum okkur? Já, ég held það sko, við ættum að bíða með rafeldsneytið. Ég hugsa náttúrulega í framtíðinni sko eftir kannski 30 ár, þá verður það tímalaust kostur þegar við erum búin að rafa allt hitt. Við erum búin að rafa húshitunina og bílana og allt það. Þá getum við farið að rafa hitt sko. En hér tækni til dæmis fyrir skipin, flutningaskipin. Þau geta fangað útblásturinn hjá sér og komið í land og dalti niður með Carbfix. Og sömuleiðis getum við kolefnisjafnað, sem sagt flugið, með því að bara fangað á loftinu og það þarf miklu minni orku og dalti niður og haldið áfram í einhver tíma nota jarðefnaeldsneyti og skipt svo yfir þegar að sko raforkan verður orðin nægilega mikinn fyrir heiminn, sem orðin þrefalt meira en hún í dag og við erum nánast hætt að nota jarðefnaeldsneyti. En í dag flugið að nota svona 2,5% af losun heimsins sko og skipin 3,5%, þannig að þetta er 6% og ég held að við eigum að bíða með það og líka svo við séum ekki að fara út í miklar framkvæmdir hér og sitja kannski uppi með vatnsaflsvirkjanir sem eru dýrari en við höfum í dag, dýrar orku, sem getur svo ekki keppt við ódýra sólarorku í suðræna eyðimörkum, einhvers staðar í Suður-Ameríku eða Sahara eða Sádi-Arabíu eða Kína. Og það er mjög líklegt að sko margir sérfræðingar segja sko að ódýrasta leiðin til þess að framleiða rafeldsneyti verður á þessum stöðum sem í dag að skaffa okkur olíu. Þannig að sko
við getum ekki sko, við getum kannski þegar við erum að framlega landbúnaðarvörur þá getum við sett tolla á hömlur en ef ykkur að skaffa olíu á Keflavíkurflugvelli sem sagt rafeldsneyti eða lífeldsneyti þá ekki þetta skyldi hann þess að nota dýrara íslenskt rafeldsneyti hann hefur frelsið til að kaupa á alþjóðlega markaði ódýrara rafeldsneyti sem framleitt einhvers staðar út í heimi með sólarorku og þetta eitthvað sem við þurfum að huga að ég held að bara það liggi borðleggjandi að stjórnvöld að flýta sem mest, hvetja sem mest til að rafa vegsamgöngunar og gera allt sem að hægt á því sviði fara svo að gera eins og Samgöngustofa að segja byrja að virkja bændur til að rækta orkujurtir til að búi til lífeldsneyti og setja þá skipin sem eina samkeppnishafa staðan að mati SFS og síðan sem sagt huga þessu rafeldsneyti síðar en við getum eins og segi byrja kannski að framlega rafeldsneyti fyrir þessa skyldu sem við þurfum að vera komin upp í árið 2050 til fyrir Evrópulöfið sem þá ekki nema sko, 10% aukningar á orku. Þannig að við erum að tala hér á Íslandi, við erum að tala 20% aukningu á raforkuframleiðslu og örlítið meira til þess að dæla niður öllu sem CO2 frá stóriðinni og líka frá skipunum, fraktskipunum og svo líka fyrir þá sem vilja fanga sem sagt orku í framtíðinni. Nei, fanga CO2 og dæla niður og það getur verið viðskiptatæki fyrir okkur að því við erum með gríðarlega mikið af allur Reykjaneshryggur og líka fyrir norðan sem sagt berglög í sjónum sem eru sem sagt mjög taka upp CO2 mjög veðlega og við getum sett vindmyllur fljótandi á hafi og boðið erlendur ríkjum bara, við skulum bara fanga nota raforkuna þar sem að enginn sér. Fljótandi vindmyllur á hafi? Já, það sem að, en það dýrar orka sko en vindmyllur á landi. En þetta svona næsta skref að vera með fljótandi vindmyllur á hafi og það alveg gríðarleg orka sem að þú noti bara lítinn hluta af Íslandi að sem hafinn í kringum Ísland bara ekkur 10% þá myndur þú geta haft alveg margfalda raforkuframleiðslu en hún svo dýra því þú ert að flytja raforkunum með sæstrengi land sko. En ef þú hins vegar notar þetta til þess að fanga koltvísýringur sjó sem líka hægt, þú ert ekki bara að fanga hann á lofti því sjórinn svona eins og svampar, hann sogar úr loftinu þú getur tekið úr sjónum og skilað sjónum aftur og hann sogar aftur meir úr loftinu og þarna ertu bara raforku og kannski til þess að taka 1 tonn, þá ertu kannski að fanga eða nota vindorku sem nemur svona 1 megavastund fyrir hvert tonn og þá fyrir 1 tonn af rafeldsneyti til þess að taka jafn mikið, það að segja 3 tonn af CO2 þá þarftu 3 megavastundir á móti 24 sko. Það 8 sinnum minni orka sem fer í að leysa það þannig og það eitthvað sem líka IPCC hefur sagt sko, jafnvel þó við náum að taka niður út losunina bara alveg niður í sama og ekki neitt þá þurfum við samt að fanga úr loftinu og það býsna mikil orka að fanga sko 4 gigatonn eða 4 miljón tonn á ári sem þessi að við þurfum að vera komin upp í árið 2050 Ég ætla að enda þetta spjall okkar aðeins á kannski öðrum blæ kannski aðeins húmanískari nótum okkur hefur ekkert gengið að minnka losun eins og stend var að. Hitastig hefur hér hækkað krítíska stærð rétt 1,5 gráður. Það var talað að það mætti ekki hækka meira en það áður en og við erum þegar farin að sjá mjög miklar öfgar í veðrum og alls konar neikvæð umhverfisáhrif. Við eigum börn sem hafa miklar áhyggjur, miklu meiri áhyggjur núna heldur en til dæmis þegar Greta Thunberg steig fram og allar fyrirsagnir, allra fréttamiðla snerust meira og minna mikilvægi þess að við myndum spyrna við fótum í umhverfismálum. Þessi umræða hefur eiginlega dottið niður dauð síðustu misseri. Hún hefur vikið fyrir dæmis COVID, heimsfaraldrinum, stríðsógnum, öðru sem að fólki finnst varða að haga þess beint bara akkurat í dag og sá sem að í lífsbjarga hamnum, hvað var það daginn í dag, hann hefur minna pláss í huganum fyrir morgundaginn. Það svona einhvern veginn þannig sem ég ætla að sé þetta. Sko, ertu sjálfur, bara ég byrði að segja satt, sko. Ertu sjálfur hafa ungir Íslendingar og ungt fólk út allan heim, hafa þau einhverja ástæðu til þess að vera bjartsýn?
Já, það góð spurning. Já, það nefnilega góð spurning. Já, sko, ég held við verðum að varðveita svolítið bersýnin okkur, en við verðum líka að vera svolítið raunsæ. Já. Og það sem ég heyri líka sko af eldri kynslóð, nú erum við báður 60, þannig að það fólk á okkar aldrei hefur oft áhyggjur á því að þetta verði bara rosalega dýrt, verði rosalega erfitt og segja bara já við bara staðið okkur ágætlega en við höfum ekki gert það hérna á Íslandi og segja við skiptum svo litlu máli og við höfum ekki gert neitt. En þetta svolítið röng nálgun en það sem það nú samt sko þannig að stórfyrirtækin bera langmesta ábyrgð og það svolítið ódýrt að vera alltaf að beina skömm að einstaklingum miðað við þátt þeirra í stóra samhenginu. Já, það er líka bara því þegar ég kaupi ykkur af vöru sem sagt út í búð sem ég þarf að kaupa bara til þess að draga fram lífið þá hef ég raunlega enga stjórn á því hvaða orka, hvaða losun var til. Þannig að það sú ábyrgð tvímælalaust hjá fyrirtækjum sem að skaffa þessa vöru. En það sem ég svolítið mikla trú á og eins og við komum á hann með svona gríðarlega vöxt sólarorku, að sólarorkan vext svona hratt, ekki út af því að það einhverjar ríkisstjórnir að ýta á að förum að virkja sólarorku. Staðreyndin bara svo að vindur og sól í dag ódýrasta raforka sem getur fengið. Og þannig bara kapitalistinn að fullu í verki. Og við leggjum hann ekkert niður. Nei, það bara staðreynd að meira en 90% nýrri raforkuframleiðslu í heiminum í dag á síðast ári var sól og vindur. 90%? Meira en 90%. Og í öllum tilfellum þetta ódýrar raforka en að framleiða með kolum eða gasi eða vassafli. Og það það sem drífur áfram sko. Það að segja að menn sjá að þetta borgar sig. Og með öllum þessum ódýru rafhlöðum sem að koma, bara stuttu síðan að tilkynnti stærsti raforku eða batterísframleiðandi í heimi í Kína. Hann sagði bara við getum framleitt núna batteri sem 10 sinnum ódýrari. Og þá hann nota efni sko, sem heitir natrium sem bara það bara sama og í matarsaltinu sko. Það búið til úr matarsalti. Það ekki búið til úr lithium sko. Og þetta með þess að góða rafhlöðu til að nota með sólarorku. Og sérðu fyrir þér að kolabrunni leggist þá af kapitalískum bara ástæðum? Og meira segja Kína sko, þá eru þeir að draga úr hjá sér. Þeir eru vísa að sko, loka gömlum kolaorkum, byggja ný í staðinn en þau keyra þau minna. Þannig að það svolítið villandi að menn horfa á sko, uppsett afl. Ef þau keyra þau minna, þau eru að brenna færri kolum í þessum nýju orkuverum. Og í Kína eru þær góðu fréttir. Þeir hafa verið að nota mest kol af því þeir hafa ekki haft litla kosti þar er þetta að stoppa. Og það að segja aukningin á kolum að minnka og allstaði Bretar hægt að nota kol. Þeir voru mestu kolabrennendur hérna fyrir nokkrum árum. Og meira segja í Bandaríkjunum sem við höfum Trump á fyrra kjörtímabili hans, þá sagði hann sko great coal, great beautiful coal. En á sama tíma sko minnkaði kolabrennsla í Bandaríkjunum á fyrra kjörtímabili 35% þrátt fyrir stefnu stjórnvalda að reyna að auka kolabrennslu. Eru góðar líkur á að maðurinn lifi sjálfan sig af við viðunandi lífsskilyrði þótt við búum okkur eiginlega öll undir það að það geti svona orðið einhver dalur hvort hann er tímabundinn ég held það sko, en það sem er hættulegt að ef við, eins og loftslagssérfræðingar segja og vísindamenn að ef við getum farið yfir ákveðið svona það sem ég kalla sko veltipunkt eða tipping point sko, það er að segja samanber með Golfstrauminn. Já, það getur sko ef það stoppar Golfstraumurinn og það breytir stefnu þá er ekkert svo auðvelt að fá hann aftur tilbaka sko. Þannig að það er mikið í húfi að reyna að halda okkur undir þessum 2 gráðum að því við vitum ekki hvað gerist ef við förum upp í 3-4 gráður sko. Þannig að þetta sennilega dísastir. Já, þannig að þetta er mjög mikilvægt sko að sko stjórnvöld verða að vera á tánum og við sem líka bæði sem neytendur að setja kröfu á okkar byrgja eða það vörur sem við erum að kaupa eða séu umhverfisvinnar. Og raungreynamenn eins og þú að taka virkan þátt í umhverfis og loftslagsumræðu. Það hefur kannski ekkert verið mikið það? Nei, en það er nú svona okkar skildaramvöla sko sem erum svona menntaði sko verkfræðingar eða raunvísindamenn eða eitthvað að við eigum að taka þátt í þessu en við höfum kannski verið of fljóðlátt og líka því sko þegar við erum að tala með þetta þá kannski erum við svo miklu nördar sko við erum að tala á okkur máli sem fólk verður með að skilja og það slekkur bara á okkur sko. En maður þarf ekki að skilja allt. Nei. Ekki hverja einustu tölu. Nei. Eða hverja einustu stærð. Maður getur samt fengið blæ hvaðan sem maður kemur. En það sem er sko boðskapurinn sem ég vil koma á framfæri
fyrir umhverfisvernda fólk. Við þurfum ekki að virkja svona mikið. Við getum náð verulega niður og hvar í kolumnsluleysi með miklu minni sem sagt nýrri raforku en samtöku iðnaðarins og verktakar og verkfræðistofur og aðrir og stjórnvöldar reyna að tella ykkur trúum sko. Það er nefnilega... Það er leið sko. En þetta er risa statement. Já, og ég stend alveg þá og ég get sýnt reikninga á því að við getum náð þessu niður. Já, þannig að nú tek ég það sem þú sagðir og ég nota það að næst þegar ég tek viðtöl við pólitíkusuna. Já, endilega. Ég stila það. Já, Geir Guðmundsson, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Ánægilegt. Og þá er þættinum lokið í kvöld hjá okkur, kæru hlustendur og áhorfendur. Takk fyrir að fylgja okkur, takk fyrir að deila efninu okkar og takk fyrir að styrkja okkur, takk fyrir að vera áskrifendur á samstöðinni, takk fyrir að hafa farið á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við hnappinn áskrift og takk fyrir að láta 2750 krónur renna til okkur á mánuði sem er alveg hlægilega lítil fjárhæð eins og hálfur hamborgari kostar á veitingahúsi í miðbæ Reykjavíkur en hefur allt með það að segja hvort við höldum velli ykkar vegna. Þættinum er lokið, verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.